Þetta er bara Tímavarp með Tóna og Tótó. Velkomin í Tímavarp. Yeah baby, yeah. Ok, þetta var ógeðslegt. Shall we shag now or shall we shag later? Bara later. Þetta var flott hjá þér. Þetta var mín besta Austin Powers eftir Já, nú var bara spot on. Ég heiti Tóni, með mér Þórhallur Þórhallsson, kennitala 240383 og rest fáðu ekki vita. Wow, er það í næsta þætti? Það er næsta þætti. Fylgist með spennt. Já, kliffengar. Hvað segir þú gott? Hvernig hefur haft það? Ég bara hef haft það fínt. Geggjað. Ég er búin að taka reynda pínu þreytur af því að síðustu 2 ferðir sem ég fór í með túrista. Já. Þá þurfti ég að vera mættur í vinnu klukkan 6 og svo 6:30. Þannig ég fekk svona að sofa. Ég fekk auka hálftíma þarna í gær. En já, það er fínt þetta. Af hverju var það? Hvað gerðist? Þá var ég að fara í þannig ferð, lang ferð. Ég skil þig. Og já, því ég þurfti að mæta klukkan 6 þá þurfti ég semst að vera mættur á Grundarfjörð. Nú. Og sækja lið þar. Þannig að ferðin fór frá Grundarfirði og í Snæfellsnesið. Þannig að við þurftum að vera mætti bara að taka móti liðinu sem kom okkur í skipið þar. Og voru þetta skemmtilegi túristar eða voru þetta Ameríkanar? Sko, Ameríkanar mega eitt og sérstaklega þeir sem koma á skemmtifaraskipum. Já. Þeir eru tippið í tips. Einmitt. Ef þú sér eitthvað svona gamlan bandaríkjaman með derhúfu og buxurnar yfir naflan, skyrtuna onni og það stendur á derhúfunni veteran eða eitthvað. Veteran for life. Það er annað að fara Born to be a veteran. Það er annað að fara að taka upp búnt af single dollars og láta það rigna. Já, með að ég shake my booty, my guide booty. I make it rain, I make it rain, I make it rain on Toto, I make it rain. Þannig að, já, þeir mega það. Gekkja. En já, svo hérna eru þeir duglegir að spyrja og koma með bara að segja random hluti. Já, tala hátt og skýrt, veit. Og svona leifa mig, þú veist, ég er ofta að byrja svona eitthvað, good morning everybody, what's your name? Kannski næsta setning hjá mig, næsta orð. Ég er mögulega bara að kynna mig, skilja. Good morning everybody, what's your name? Do you have any siblings? Oh my god. Ameríkanar, við elskum ykkur. Við elskum að hata ykkur og höttum að ykkur. En við erum komið fartölu aftur. Það er rétt. Hlustundi getur fagnað. Við sem þáttur erum komið afnót af minni fartölu. Þetta er svakalig tölva, maður. Þetta er bortölva. Ég kom alltíma fyrir. Koma eitthvað dröslast með þetta hinga. Beint af Counter-Strike-lani. Er þetta gull húð og er þetta bara úr pjúra gulli? Pjúra gulli. Já, þetta er pjúra gull, já. Kostaði bara 30 milljónir. Já, vá. Og lyklaborðið er silfur eða hvað er? Nei, það er silfurhúða. Já. Ég er ekki gerður fyrir. Nei, ég skil. Ok, já. Þetta er flott. Takk fyrir. Talandi þá ég bantaði sem sagt hún hét eitthvað svona ljósgull af því þessi sem var stólin, hún var rósagull þannig að hún var eiginlega bleik og það er minn uppáhaldslitur og það var ekki til lengur, það var til ljósgull en þessi, hún er bara silfur, hún er bara nákvæmlega minnst það pínu svik, vöru svik Apple, ekki sann en hún virkar og þið munir svo sannarlega fá að njóta þess í þessum þætti Ertu, þú veist skemmtilegri og finnari í þessari tölvu heldur en gamlu tölvunni? Við skulum koma að staði. Fylgir spennt með. En það ár vikunar ekkert annað heldur en 2010. Það er svo leys. Sem náttúrulega, þú veist, mér finnst fáránlegt að það sé orðið eitthvað svona
ár sem við getum fjallað í fortíðinni, þú veist, manstu eftir 2010? Ég veit, sko það er 15 ár síðan, sko. Ég er 18 að verða 19 2010 og ég er bara 22, þannig að það meikar ekkert sens. Þetta er rosa skrítið. Það meikar ekkert sens. 2010, já, var náttúrulega ég bara í miðri framhaldsskóla göngu og þannig að þetta er svona þannig að ég er 9 ári 47 ára. Já, við heyrum sitt og hvað þú veist að gera þessu ári bara, ekki man ég það. Nei, nákvæmlega, ég er löngu búin að gefast upp á því að þú getur sagt okkur hvað varst að gera. Ég ekki spyrja mig hvað ég var að gera árum. Nei, allt í góði. Þetta er ekkert það er fínt. Sorry. Já, ok, þá skulum við bara en áður fyrir mig árið sjálft að þá náttúrulega 2010 er upphafið af áratug sem að við erum einhvern veginn stórfjörlega ekki lengur í. Hvað kallar þessu áratug? Hvað kallar þú veist the 2010s eins og heita einsku? Það er noughties og svo er það bara the tens. Já, þetta var rosalega tens. Þetta var rosalega tens áratugur. Það mætir hann að maður miðum áratugnum sem gerði allt mjög tens í heiminum. En bara á íslensku, þú veist, er það 10 eða er það bara annar áratugur, þú veist, er það 10. áratugin, þú veist, er það annar áratugurinn? Ég hef ekki kallað þetta bara 10. 10, heldur betur. Var ekki einhver kínverskur veitingastað að séu 10? Það getur verið. Það var einhver veiting sem ég 10 það getur verið, já. En já, 10, við skulum segja 10. Þetta er þriðja árið sem við tökum í 10-ni þegar tekið 2012 sem var fyrsti þáttur og 2019. Þannig að þetta er allt saman að koma, þetta er allt saman að púslast og ég spái því að næsti þáttur verði fyrsti þáttur þar sem við svona setjum 2 eða 3 púsl saman, þú veist að við höfum aldrei farið í ár sem líka hlið við hliðin, ég held að það sé komið að því, sko. Við getum ekkert forðast að lengur. Við tekið til dæmis 89 og 91. Einmitt, þannig að við tökum næst 90 sem er grunar að við séum að fara að gera. Það getur verið að því ég fekk nú komment á TikTokið mitt. Þóraldur á því. Ég var að spyrja fólk svona, hvernig það var í fætt og hvort það myndum kannski taka árið þeirra. Það var fyrsta komment, var 1990. Og það skulum við taka bara í næstu viku. Það var bara sjárátt á Birnu. Birna, við tökum 90 góða ábendingu. Já, og þá einmitt púslum við saman hann að 3 árum og alltaf smetla saman. En árið 2010 get ég sagt það að á Íslandi byggu 318.000 manns. Kvikindi heldur betur, sem er 80.000 færri kvikindi en í dag. Já. Fljótt að gerast. Bara 15 árum, já. Og samkvæmt verðlagsreikni besta vinkuna voru 1.000 krónur í dag 549 krónur árið 2010. Það er svoleiðis. Og kostuðu 12 egg 259 krónur og Thule léttöl 75 krónur í bónus. Getur þú ímyndaðir omeletta og Thule léttbjór? Já, sko fyrir innan 500 kall þú getur tekið eitt rauðan seðil, eitt Sigursson og hlaup út í bónus og keyptir 12 egg og Thule léttöl. 12 egg og Thule? Það er bara draumur hvers manns og konu. Þátturinn í dag er einmitt í boði Thule. Já. Skemmtum til við tókst akkurat fyrir. Ég var ekki búin að fatta það þegar ég er svo vanur að kaupa Thule léttöl. Já, ég meina þetta er bara svona saying, 12 egg og Thule. Já. Þú segir það jafn ofta Pop og Coke, skilur við? Einmitt, þetta er svona hvað er Jonni? Hann fór út í búð, nú köpum við eitthvað merkinn. Nei, bara svona 12 egg og Thule, eitthvað bara svona basic. Þetta er komið á ból, já, við erum að selja birds 12 egg og Thule. Við komum aðeins marga bóli. Þetta er enginn með að seljast. Já, við erum skrítið. Allir 3 handhafar forsetavals Íslands voru konur í fyrsta skipti. Já. Það var Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra, Ásta Ragnheiður, forseti Alþingis og Ingibjörg Benediktsdóttir, forseti Hæstaréttar. Það er svoleiðis. Þetta er ekki alveg eins í dag, það eru 2 af 3 konur, en forsetin sjálfur er kona, þannig að það má deilum hvort framför bakslag eða bara jaft. Jóhanna Sigurðardóttir var fyrsta opinber samkynnið þjóðleiðtoginn. Já, það er rétt. Pældi því?
Heldur betur. Mér grunar nú að Bill Clinton hafi nú verið fyrir farið báða leiðir. Aha. Og JFK, var hann nú ekki frægur fyrir að... Jú, hann var nú okkar potastinga þangað. Ég held að hann hafi verið bara klassískur pan. Hann bara skiptir engu máli, hvað? Eins og hann sagði alltaf, a hole is a hole. And every hole is a goal. Þetta fræk kóð for JFK. Og á árinu 2010 urðu fjölmargar náttúru og umhverfissamfarir, svo sem jarðskjálftinn á Haítí. Það eru samfarir? Samfarir, náttúru og umhverfissamfarir, fólk að ríða út í náttúru. Ég sagði umhverfissamfarir. Ok, ég heyrði bara... Annar bólur Taldu vera náttúru unnandi. Umhverfissamfarir. Nú get ég ekki hert annað heldur umhverfissamfarir. Já. Svo sem jarðskjálftinn á Haítí, olíuleikin í Deepwater Horizon og jarðskjálftinn í Chile. Og, nú, hvað varstu að segja? Nei, bara, maður vil eftir þessu skipavísin eða? Já. Og það alltaf kom út mynd með Mark Wahlberg, þetta mál. En það sem stertur okkur... Aðlék fuglselendi... Hann alltaf þekktu fyrir að vera með mikið reynd sem leikari. Bara, ég tek fuglinn. Elgos var það 5 vörðu hálsi. Elgosi hóf skömmu fyrir miðnætti 20. mars og stóð til 13. apríl. Strax daginn eftir hófst Elgos í toppgíg Eyjafjallajökuls og stóð það til 23. maí. Gosaska dreifðist alla Evrópu og olli miklum truflunum á flugumferð, en flugsamgöngur stöðvuðust dögum saman í mörgum ríkjum. Þetta manstu nú heldur betur eftir. Heldur betur og tala mikið að því þetta basically upphafið af þessum svakalega túrisma á Íslandi. Já. Þarna byrjar þetta bara að því við erum náttúrulega í fréttanum bara þú veist að vera að fjalla þetta allan heim. Já. Allt í einu bara fólk að heyra þetta litla Ísland í fyrsta sinn. Já, það alltaf það þjóðstórtarspínu náttúrulega í hruninu. Já. Að við erum einmitt í fréttum og líka þannig alltaf bara krónafellur og það verður ótrúlega en svo einmitt kemur þetta. Þetta stimplar þetta svona inn bara. Já. Já. Við hættum að vera eins og við segja eins og kaninn, við erum okkar að segja. Við hættum að vera famous og orðum infamous. Og það hann með þessu. Og þú, sko, Ricky Gervais var með í specialinu, var með eitthvað svona raun yfir... Kallaði Ísland bílastæði Evrópu? Já, eða ætti að vera bílastæði Evrópu. Og hvers sem hann fór, ég man að ég og vinur og fjölskylda fórum til Spánar þetta sumar og við hittum þar, þú veist, ég og vinnum minn og sískinni vorum í eitthvað svona rút að fara okkur klúbb, eitthvað svona algjört túristaskep og þar var einmitt rúta full af túrist og þau vildu öll tala við okkur þú veist, þau voru bara, þið eyðilögðu ferðina okkar þá vorum við þetta planið okkar. Svo náttúrulega frætt í Breitlandi að þau kom we asked for our cash. Já. Not ash. Vá, ég var búin að gleyma þessu. Já. Bretinn, sko. Eftir iSafe, sko. Já, ég veit. Svo, við vorum mjög vinsæl alltaf. Við vorum. Nýbúnar bara allt í rugli hrun og svo bara, hérna Elgos. Skemmum flugumferð og allt saman. En talandi mitt, áhrif þess á túrisma og túrista og allt það. Inspired by Iceland var þetta árið og það var markaðsátak sem hleypt var á stokkunum árið 2010 af iðnaðarráðuneyti Íslands vegna öskufalls frá Elgosinu í Eyjafjallajökli og truflana sem urðu vegna þess í alþjóðlegum flugsamgöngum. Komu ferðamanna til landsins hafði fækkað 22% í apríl þegar að gosið þarna stendur á mesta og óttast var að þeir myndi fækka enn frekar. Já. Hugmyndi var að markaðsátaki myndi bæta ímynd landsins. Manstu eftir þessari herferð? Þetta var alveg hjút. Já, Inspired by Iceland, ég maður vel eftir þessu. Já. Og var alveg í 2 ár eða eitthvað. Já. Þetta er náttúrulega kannski sterkasta minningin að Jungle Drum með Emiliana Torrini var hann að þemalagið. Já. Og það voru svona vídeo þar sem að einmitt Íslendingar og túristar eitthvað svona í íslenskri náttúru að dansa og svo... Ekki að mosanum, sant? Ekki að mosanum, nei, má ekki dansa á mosanum. Don't mess with the moss. Og svo var eitthvað svona, manstu það voru svona vefmyndavélar út allt Ísland
til þess að sína og bara niður í miðbæ bara til þess að sína, hérna getur þú séð Íslandi eitthvað, stemmar hann á Íslandi hér gaman að vera og í auglýsingunum þá alltaf var þú veist, verið að sína frá þessu vefðu og þá var alltaf fólk bara að dansa, bara eins og Íslendingar væru alltaf í ykkur flipi, rosa happy það er alltaf bara hvað þau eru drukkin en ég meina þetta, þú veist þetta bjargaði náttúrulega bara í öllu hérna eftir hrunið að bara svo, þetta er svona lánjóláni að Eyjafjallajökull fór í gang bara, nei ekki þetta ofan á hrunið, svo bara, nú byrja fólk að koma og dælast inn peningur í landið og þetta varði náttúrulega ákveðið svona mím bara í heiminum næstu árin, það var hann að manstu viltu vinna milljón okkur spurning Eyjafjallajökull og var það ekki hann Keenan Thompson eitthvað bara að horfa á hvernig á ég að bera þetta fram og svo í svona 10 ár voru aðalbólinnir í öllum svona dogma og öllum lundabúðum eitthvað svona var how to pronounce þú veist, Eyjafjalla ég einmitt alltaf að kenna tórutónum þetta það ekki? Hey you forgot your yogurt Hey you forgot your yogurt þetta hef ég gert það no Hey you forgot Eyjafjallajökull Hey you forgot your yogurt bara segja þetta nógu fast Hey you forgot your yogurt fast þú ert ennþá í túrgett mótinu hratt ég er með heila rútín þetta sko það var gallega fyndin í rútunni ef þið vilja heyra hana þá skráðu ykkur í túr bara bus travel Iceland þú eitthvað where are you from Ísland við viljum bara heyra þessa rútínu þú sagður þú var mikið að gegga bit ekki pressa rútínan en þetta var uppafið af þessum svona stóra túrist sem er víst eitthvað að lækka þetta er eitthvað svona er það eitthvað sem þú finnur fyrir sem túrgætt? Þú veist og nei, það er alveg nóg að gera ennþá en jú, það var einhver minkun minnaði en þeir byggust við og einhver partur af því var náttúrulega búin að hækka að þú veist, skipin þurfa að borga meira fyrir að koma þannig að þá var eitthvað cancellation á því borga meira ég ætla ekki bara sleppi að koma ég þegar að vera gjaldþrota heimsækja ykkur Íslendingar er svolítið í svona aðeins að hugsa gróðan sem að vera að hugsa langtíma eitthvað að græða bara strax að við erum vissum að þessi búbla er að fara að springa skilur en þú heldur á nálinni sjálfur skilur og ert að reyna að springa skilur Er þetta ræða sem fer með í rútinni? Nei, þetta er bara You hold the needle! Eitthvað, já, ok Nei, ég er mjög jákvæður og skemmtilegur Þykist verða það Í rútinni En eins og þú nefndir áður þá var annar mál sem var mjög fyrirferða mikil og kannski fyrirferða mest á þessu ári og það var iSafe málið fyrir þá sem yngri eru kannski að þá sést í stuttumáli, mjög stuttumáli þetta er ekki pólitískt hlaðvarp en í stuttumáli það voru iSafe reikningarnir innlánsreikningar á netinu sem Landsbank Íslands bauð í Bretlandi og Hollandi Alls voru viðskiptavinni þessara þjónustu 350.000 talsins sem á þeim tíma voru fleiri heldur en Íslendingar. Miklar áhyggjur hefðu verið af iSafe reikningunum frá upphafi og árið 2008 þegar allt stefndi í hrun lofaði góðvinur okkar Davíð Oddsson, þáverandi seðlabankastjóri, að íslenska ríki myndi tryggja innistæður þess gagnvart viðskiptavinnum allt myndi hrynja hér á landi. Davíð Oddsson lagði einnig blessun sína við fyrstu drög á iSafe-samningum til þess sem er 2008. Því má ekki gleyma að Davíð Oddsson var að sjálfsögðu á lista Time Magazine with 25 people to play for the financial crisis og ætti að vera í fangelsi. Við skulum ekki fara lengur út í þetta. Þetta er ekki pólitískur þáttur og við kannski förum dýpra ofan í málið 2009. Það ná actually bara inn á listan. Ég veit það er, fólk er alltaf að tala um eitthvað Björk þetta og Sigur og þetta Davíð Oddsson let 25 people to play for the financial ekki íslenska financial crisis the world financial crisis Þetta er árangur heldur Þetta er árangur Þetta er það sem
Þetta er það sem aðrir betur. Einmitt. Jón Stóri fjármálaheimsins. En já, við getum farið nána út í samningar og allt það kannski 2009 þegar það var. Já. En 5. janúar 2010 undirritaði Ólafur Ragnar Grímsson ekki lög ríkisábyrgð vegna Icesave og vísaði þeim í þjóðaratkvæðagreiðslu. 7. mars fór svo fram þjóðaratkvæðagreiðsla sem að ég býst að þú hafði mætt Ég var fyrstur í röðinni. Þátttaka var 62%, getur sagt þér. Ég var 8% af þessu. Einhvern veginn. Ég tók svo mikið þátt í þessu. Ég var 8% af þessu. Og já, einmitt. Og nú skulum ekkert fara út hvort þú varst að nei að já, það er bara millir þín og þíns penna, þíns kjörpenna. Ég læta ekkert upp á mig hvort ég hafi sagt svart eða hvítt eða já eða nei. Því þú vissir ekki hvað var að kjósa, þú var vætir. Ég hélt bara að það væri frúin í Hamborg eitthvað. og þú sást bara já, nei og þú herði, þú platið við ekki svona skrifa kannski frúin í Hamborg, það er svo fyndið þú veist, þangað til það kom bara svona vatnaskýr þangað til þú er svona 9 ára gamall þá er þetta geðveika sér leikur í heim og þú skilur ekki, þú ert eitthvað svona foreldrar eitthvað, frúin í Hamborg, það er eitthvað nei, ekki núna, kannski stóð bara þetta er geggjaður leikur, svo bara vaknar einn dag og þú þetta er skelfilegur leikur þú veist, það sést bara ekki segja já eða nei, svart og hvít þú veist, hversu auðvelt er það? Tókst þú þennan þegar þú varst skrækið þegar varst vera cool, sko, varst í með vinnuðinu með eitthvað svona, varst að reyna að vera ofgóður fyrir leikinn eitthvað, hvað kefði þú úr peningum frúinni? Ég kefti Sebrahest, hann var svartur, nei, hvítur, já, bæði Þetta hljómar nákvæmlega eins og ég það er að reyna að vera eitthvað skíturinn Voru við báðir svona cool? Já, og allir bara svona, þetta er mest lame ég heist það ég er búin að krakka leikinn Búin að nákvæmlega Ég tek ekki þátt í þessu Ég kemur með svart-hvítt, já og nei Já Nei Ok, þá tapar þú Ég er góður fyrir hennar leik Hljópa grátandi í byrjun Já, og þetta bara þú varst að vinna á flísundaheimin Já Krakkar ég vildi vera 32 ára gaman Já, þú gaf, já, ég kefti með svart-hvítt, já og nei Ok En það voru 3 stórar opnanir á árinu 2010 sem að Ég var einn af þeim Fyrir þá sem eru að hlusta vegna þetta er ekki videopodcast hann opnaði ekki á sig bossan heldur hann svona opnaði skipstari sem var í flassari Já Það gett enginn í opnum með bossan Ég veit ekki hvernig það fannst ég fyrir að taka það fram Ég vil taka það fram að við erum að taka það þáttu klukkan 10 morguninn og Tóni hefur aldrei vaknað frá að stemma Þú varst væntanlega mannsvefta Ég reyndar svaf alveg held ég náði alveg góðum 5-6 tímum sko Jæja Fór snemma að sofa og sofnaði frekar fljótt Ok, þú ert að fara að leggja þig eftir Já, það er sko það alvarinu Ef þú nærði að sofna og svo, hvað verður ég að tala um bossan á Ég klippa þetta út, nei ég get ekki klippað, þú veist þú tölum svo lengi um þetta Ég get ekki klippað út Þetta var bara smá fyrir konar út í þennan Og kallana Já En það voru fyrir utan það voru 3 stórar ofnanir Það er Jæja, ok Árið 2010 það var fyrstilega menningahúsið Hof á Akureyri Já Frábært menningarsetur Mikið rétt Hefur þú komið fram í Hof? Sko já og nei Ég var bara partur af sýningu eða þú veist ég var í bara sá sviðsmyndina þegar hérna pabbi fór þangað með Laddi lengi lífið þegar ég man rétt þá var ég bak við tjöldin í þeirri sýningu Ok, það tekur ég var svona ég var bak við eitthvað svona skilur eða svona vegg eitthvað annað á sviðinu já, þú hefur stíð á sviðinu basically
Bíóparadís það opnaði hann 2010 okay. tók við heldur í sögum byggingu Regnboginn mikið rétt klassísk bíó Legendary bíó Bíóparadís núna sem þýra Bíóparadís 15 ára gamalt maður hugsaði sem svona nýja bíó það alveg 15 ára gamalt það geggjað þeir vonandi gera þær eitthvað húlum hæ vonandi og svo ég bara myndi allt að því líka nýbúin að tala ég svona bakvið vegg á sviðinu og pabbi þú veist á sviðinu því ég fekk skilaboð einhvern tíma frá Bíóparadís okay. og það átti að vera semst eitthvað svona hvort það voru að byrja með að því ég held að það gett það nokkuð sem núna svona eitthvað partysýningu á bíómyndum og það sem fólk svona sing-along og eitthvað skemmtilegt og það var eitthvað eða hvort það var ammalið eitthvað og við vildum bjóða þér á við viljum að sína Stelli Ólofi og eitthvað að vera svona þú veist og eitthvað gaman bla 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 og svo eftir smá tíma og ég eitthvað frábært, takk fyrir að bjóða mér ég svo, ok, þú veist jú, ég tengdur þessu þannig svona, en ég var ekkert í myndinni ég var bara barn og það kemur ljós og hún hélt að hún var að tala við pappa og svo var ekki eins og svona en skulum samt bjóða það var bara dreynið ég fekk ekki eins og að fara hún já getur fengið númerið hjá pappa það hefði kostað hann 2 skall að segja bara já en að sjálfsögja þér náttúrulega þetta nei það bara dreynið baka en ég gerið betur Bíóparadís en það ekki eins og að þú veist pabbiðin heiti Þórhallur Þórhallsson Þórhallur Sigurðsson já þannig að hvernig já þetta var ykkur hún hefur verið blindfull ég held það hún hefur verið blindfull og var hún ekki ælandi í sig byrja þetta var mjög vandræðilegt fyrir alla já og hefði geimitt orðið minna vandræðilegt þegar hún sagt er það sálsögðu þá kemur þú og tekur konuna með og eitthvað nei en svo var það að sjálfsögðu 2010 Hamborgarafabrikan sem stendur enn hún stækka við sig búin að minnka aftur er ekki bara ein eftir núna á upprúðlandsstaðnum jú, ég veit ekki betur hún ennþá á Akureyri nei, ég held hún sé hægt á Akureyri sko. það ætlis ekki bara þessi eina eftir þá já, og ég fer oft framhjá hérna í strætó og það munur á fabrikunum núna og þessi fyrstu 5 árin eitthvað það var alltaf stappað þú þurfti að panta borð og þetta var vinsælasti svona fjölskyldu allavega veitingast og svona bara á þetta tíma og það voru ég man eftir það voru 3 svona nýjir hlutir við fabrikunum það voru ferkantaðar hambúrgarar það var bara íslensk tónlist spiluð í gegnum tónlist.is já og svo var það að þjónustufólk allt með svona casual og líkla og settist niður hjá þér og var eitthvað svona hvað segir þú felli, fæn, burger eitthvað og maður eitthvað svona fæ ég en frönsku hjá þér já, einmitt ég ekki gaurinn sem eitthvað þú veist, vill að þjónustufólk dansi svo apar fyrir mann og allt verður ekki það en þú veist ég þóli heldur ekki svona þvinga það auðvitað þú vildir ekkert vera eitthvað casual þú veist, ég langaði bara að vinna þeirna hugsaðu þú væri einhvern tímann á þeim stað í lífinu að þetta var, þú veist, þú væri bara peningalaus og það ein vinna það einn stað sem í boði og þú þurftir að vera að setja sér fólki og dansa og vera svona hressigurinn á brikkunni þetta bara, þú veist ég bara fyrir ég bara á götu þú endar á götunni ég maður bara býtur í það súra epli þú verður svona fröll á kallinn þetta var svolítið þú veist þetta var alveg svona cool staður þannig að þetta var alveg eftirsóknarvert svo man ég að það kom í ljós einhverjum árum seinna eða stutt eftir að allar stelpunnar þurft að vera með einhvern ákveðin varalit og eitthvað var eitthvað svona misskreiti en góði burgerar, allavega þá ég var að viðurkenna ég held ég hef ekki smakað hamburgerfabrikun í 10 ár eða farið á hana í 10 ár en það var alltaf mjög gott sko. Íslendingar náttúrulega líka rosa mikið verið eitthvað nýtt þá erum við alveg rosalega til í það í smá tíma og svo bara aldrei aftur þetta er aðalstaðurinn í 3 vikur og
og svo bara aldrei aftur. En svo náttúrulega, það voru líka 2 hlutir sem ég er að gleyma. Það var náttúrulega eins og við höfum nefnt áður í þessum þáttum, talan yfir fjölda Íslendinga og hún hækkaði og ekki hækkaði og svo líka var hann ammalis já. Að þú kannski spila ammalislag og svo kom eitthvað svona, þetta var alveg svona húlum hæ. Já, þetta var bara svona partystemning. Já. En við skulum fara í gegnum, þetta er nú 2010, þótt sé langt síðan, þá er þetta samt ekki það langt síðan. Nei. Og þetta er á tímum internetsins. Þannig að skulum fara í gegnum svona memes ársins og dægumar ársins. Ok. Fyrstilega þá er það náttúrulega, við þurfum að byrja að nefna Flick My Life, sem var þarna Flick My Life. Já, það reið feitum hesti árið 2010. Hafði byrjað árið áður, en náði svona hápunkti í pínu 2010. Flick My Life. Manstu, fyrir þá sem að muna ekki eftir eða eru ungir, að það var það svona eins og Íslands 9 gag, ég veit ekki, það hjálpar ekkert þetta var basically hvernig maður leysa þið? Þú sendir inn og það voru einhverju stjórnendur og þeir settu, þetta var svona fyndin svona memes einmitt. Já, það voru bara myndir svona, oft ljósmyndir sem fólk sendi, það voru nokkur þema, það var Kolbeinn the Wild sem voru myndir af Ásgeir Kolbeinssyni sem fólk hafði tekið bara, þú sást hann randomly. Já, ég mynd bara Kolbeinn the Wild, ég var að gleyma því og svo bara einmitt þegar þú sást eitthvað fyndi eða spennandi, þú veist, bílslys eða fattan spennandi bílslys best að setja þetta inn á Flick My Life 3 dánir Vá, en spennandi. Nei, eitthvað, þú veist, eitthvað svona eitthvað skemmtilegt. Já, eitthvað minna, ég bara vel þig. Náður eitthvað inn á Flick My Life, mæstu því? Ég var alltaf að leita Kolbaranum in the wild, en ég fann hann ekki, sko. Varst þú kannski gaurin sem að 10 árum seinna, meira, náði síðasta og náðu svona comeback hjá Kolbeinn the Wild í röðin í COVID það stóð með grímur af sér Nei, sko, eina sem að ég man eftir að ná svona inn á einhverja ég held ég var ekkit verið að pæla í Flick My Life þannig séð, sko. Nei. En það var að koma einhver inn á Batman Batman.is Batman og tilveran ég var svona ég var svolítið að setja YouTube sketsana ég setti YouTube skets svo ef maður gæti komið því inn á Batman.is link þar þá var minnbæði búin að mega það, sko. Heldur betur. Ég bara þetta ári ég gerði svona vídeo eða skets, ég var í Borgarholtsskóla hana fjölmiðlatækni og við áttum að gera innslag, svona sjónvarpsþátta innslag, þú veist, það var svona rótirinn, þú veist, einn af kynnir, x margir á kameru, einn af stjórnarkameru, einn af hljóði, allt þetta. Og ég geri mitt innslag, að þá tek ég viðtal við Magga, vinur minn, Magga Thorlason, þar sem hvað er erfitt að vera líkur Brad Pitt. Og ég set þetta á YouTube og senda á einmitt Batman eða tilveran eða eitthvað. Og það fær alveg bara eitthvað 5.000 views og það fyrir inn á Eyjan og eitthvað svona, þú veist, það er með þannig 2010. Hvað breytist svo í B2 eða? Já, þetta var eitthvað, ég man ekki tímaröðinu, það var tilverðan B2 Batman. Já, þú mátt ekki heita Batman lengur, sko, það var eitthvað vissum að það var Batman. Já, einmitt. Og þá var þetta ég held að, B2 En Maggi Mix slæðir einmitt í gegn þannig 2010. Það er árið sem að hann verður sem að Maggi Mix sem stórstjarna fæðist. Já, hann slæðir í gegn með tónlist og matreiðslu myndböndum eitthvað til að narti eitthvað í partí og svo náttúrulega Sexy Bomba, það er 2010. Ég held að hann gefið það út eitthvað fyrir, sko, það er þegar að bombar springur Sexy Bombar springur Sexy Bomba ég er Sexy Bomba þú ert Sexy Bomba það er eitthvað svona en ég er með talandum er þannig í Borgu, áður en að Maggi Mix er frægur, einhverju viku fyrir að þá mæti ég á föstudegi í skóla og það komu 2 félagar mínir upp með þeir eitthvað við verðum að sína endaldi þeir eitthvað, við vorum niður í bæ í gær að djama og ég man ekki hvort að þeir ringdi leigubíl eða hvort það var skuttlarinn, allavega maðurinn sem var að skuttla þeim hét Magnús, hét Maggi og hann á meðan var hann eitthvað sína einhver lag sem ég gerði
og spila fyrir Sexy Bomba og þeir eitthvað, þetta geggjað og þeir sína mér og þá bara stuttu eftir bara springur þetta og hann var hann leigubílstjóri? Hann var, ég náttúrulega vil ekki hann var skuttlaði með góðmennsku sinni já hann var skuttlari skuttlari hjartans já ok og já, hann fyrir hann í auð og sveppa hann verður hjús og hefur, þú veist, það nú verð ég bara að segja ekki til þess að hljóma eins og Magga Mix grúpi en bara satt skal vera satt sem þú ert ég er aðdáandi og hei, shout-out bara á Magga Mix shout-out á Magga Mix og ég er aðdáandi Magga Mix, ég er aðdáandi sannleikur og sannleikurinn þá að Maggi Mix er rosalega farið yfir þegar að tala stærstu svona stjörnur og stærstu Instagram áhrifavalda hann með sko einhverja 10.000 fylgjendur á Instagram og er alltaf búið til einhverja nýja reikningu og það er allt bara og hann er út allt einmitt og hann er bara ég man einhvern tíma, ég held að það er örugglega breyst núna en ég man einu sinni þá tjekka og hann var með meira heldur og allar þess að hvað heitir hún Sunneva Eithórs og Birta Brá og allt þetta mér er alltaf þótt líka flokk hvernig að tekja á ef ykkur er að setja út á hann eða gaggrinni, hann gera það á mjög bara classy way einmitt. Og hann er ennþá relevant ég var að lesa frétt í gær gervigreind og það var sko einhver ráðherra að tala gervigreind og þurftum að fara dönsku leiðina að þú eigir eiginlega höfundarétt á sjálfum þér einmitt. Og og það var eitthvað tala svona, já þú veist það núna er hægt að gera eitthvað svona, þú veist, nota gervigreind og láta eitthvað, og til dæmis eins og Maggi Mix þú veist, þetta er bara ráðherra að tala að Maggi Mix hefði gefið út lag og let Bríett syngja og þannig að Maggi Mix er bara í umræðinu einhverja löggjöf og eitthvað skilur alltaf í deglunni, alltaf bara alltaf á tungunni hjá landsmönnum en þetta ár var líka árið sem að Sælir Nilli var mím Sælir Nilli og ég var að benga chicks það var hérna í oktober-nóvember þetta var á Airwaves og þá hvað hétt var þátturinn? Var ekki Monitor, bara eins og blaðið og hann á mbl.is eða eitthvað þeir voru að taka við bara random fólk þessi Nilli, eða Níls eins og hann heitir var bara eitthvað random áhrandi á Airwaves blindfullur skils, ég heyrði eitthvað starf ég selði ekki dýrinni kæfti það en til að leiðið með áhrandi held þetta hafi, ég heyrði það daginn allavega það hafi verið fyrsta skipti sem var fullur eða eitthvað svona og hann enda bara í sjónvarpi og bara verður stór stjarna ég myndi heyrði þetta, það var eitthvað fyrst skipti sem var að smaka og bara allt í einu ykkur kamera og ég rappa bara og ég var að bega og talaði um Maggi Mix náttúrulega frækt mím hjá Maggi Mix er Nilli í alvörunni allar dag að bega chicks? Nei, hann er heima hjá sér að runga sér þannig að það var svona bíf þarna milli bíf á milli, Nilla og Magga Mix þeir eru vinnir í dag já, bestu verið búa saman en já, það var hann og hann, einmitt byrja með sin eigin þátt af Monitor svo verður hann þarna í týnda kynslóðin með Þórunn Antoníu og Björn Braga og hann verður og síðan leikari og bara nú vinna í leikhúsinu í dag og eitthvað svona svo er það síðast en ekki síst Bíburarnir sem að voru tvíburar í Versló sem þóttu sláandi líkir Justin Bieber mannst eftir ég er með hérna myndaði þeir voru ekkert líkir eða hvað? Þeir voru með hárgreiðsluna það var bara hárgreiðsla þeir voru svona þeir er ekkert líkir þeir bara með hárgreiðsluna þeir eru tveir eitthvað svona hvernig lítur út ímyndaðar 2 íslenskustu úlingstráka sem séð á æviðinni með Bieber hárgreiðsluna basically og þá voru að kalla en það er líka bara, þetta er flott orðagjörn þetta er flottna, Bíburarnir þetta er of gott til þess að, þú veist hefur ekki verið bara einhver ef þið fáðu ykkur Bíburargræsla og þið eru tvíburar, þið getur verið Bíburarnir og við getum komið ykkur í blöðin Gjörðu það En í dag eru þeir í fangelsi Nei Ég fann að það var tjaka en ég held að vera með eitthvað meira það er spurning hvort að þeir hafa séð ennþá með sömu hárgreiðsluna
Vonandi. Já. Skulum vona, það nú... Allir eitthvað, þetta búið, við erum bíberar. Mæta í barnamæli og eitthvað. Það pantaði einhver engin. Já, við erum farið að hringja á lögregluna. Krakkarnir í dag veit ekki hvað bíber Og þeir sem vita, hann ekki með þessa hárgreiðslu lengur, hefur ekki verið með í 10-15 ár. En áður en fyrir mig atburð ársins, þá vil ég taka hérna fyrir nýjan lið sem heitir frétt ársins. Þetta stærsta og merkilegasta frétt ársins. Og ég vil sjá hvernig þú mannst eftir þessu. Ok. Á ég stoppa þig því maður? Ja, þú ræður, þú þinn eigin maður, þinn eigin herra. Leifa viðbrunum að vera náttúrulega. Þannig að ef ég vil stoppa þig eða öskra eða trillast eða eitthvað, þá ger ég það. Þú gerir það. Frétt ársins hljómar svona. Eins og fjölmiðlar greindu frá í gær voru þýskir sjóliðar á ferðum Reykjavík. Ertu mannstu? Þegar þýsku sjóliðarnir komu? Já, ferð Reykjavík á þriðjudag og buðu íslensku stúlkum í gleðskap í herskipi. Ekki var þeim kápan úr því klæðinu þar sem ábyrg móðir lét lögreglan vita af því að 14 ára dóttur hennar hefði verið boðið og gleðskapurinn var því blásinn af. Já. Sjóliðarnir buðu þó ekki aðeins stúlkum. Því grínistinn Þórhallur Þórhallsson sati inni á kofa Tómasar frænda þegar að sjóliði rétti honum boðsmiða í teitið. Hann spurði hvort þeir væri ekki aðeins að leita stúlkum og sá þýski svaraði að þeir voru búin að bjóða fullt af stelpum. Það fylgir sögunni að hann hafnaði boðinu. Varst það ekki eftir þessu? What? Þetta grín? Ég ætlaði að fara að segja mér minnir ég að við séð honum í bæið Já. Var það frétt? Það var frétt. Það var ekki, þú sást það ekki bara þegar voru búið. Nei, var búið. Já. Ég man eftir, ég var alltaf að segja, ég held að hérna fréttin bara að þú heldur að ég sé að búa eitthvað til. En þú, já, þetta rétt. Já, nú man ég þetta. Kaffi Tómasar frænda sem ekki til lengur, neða hvað? Nei, þetta núna, þetta semst á horninu á Skólavörðustíg og Laugaveg. Núna þetta eitthvað hvað heitir, þetta ekki eitthvað svona einstök bar, eitthvað svona svoleiðis, ég man ekki, ég hef ekki farið ánga mjög lengi. Þetta er eitthvað svona eitthvað brewery svona. En já, ég var mjög oft á Koffi Tómasar frænda sko, hann var klassik, ég og vinur minn fórum oft þangað og fengum okkur Iris skaffi og svo átti ég nú reyndar líka kæristu sem var að vinna á þannig að þetta var svona Var dóttir Tómasar eða? Já, dóttir Tómasar Nei, já, þannig að ég var hann mikið Já, og það mikið að þið var búið við teiti Ég segi á þriðjudegi ég var greið alltaf En þetta, já, mér fannst þetta áhugaverð Já, ég man vel eftir þessu Ég bara myndi ekki að það hefur verið gert En þá spurning hvort að þú hafur haft samband við þá eða hvort þú gerir status eða hvort þeir hafi haft samband eitthvað We tried to Já, sjóleirinu fóru bara í blöðum Já Þórhallur Þórhallsson Nei, ég held ég hafi einmitt skrifað eitthvað þetta þú veist það, eitthvað svona status, skilur En atburðir ársins eru eftirfarandi 27. janúar Steve Jobs kynnti nýja spjaldtölu frá Apple iPad spjaldtölun kom svo út 3 mánuðum seinna 3. apríl þú náttúrulega átt einn lítinn son sem er ansi hrifinn af alla spjaldtölu er það iPad eða er það eitthvað annar merki það er náttúrulega til fleiri það er iPad ég þoli ekki þegar fólk er tala bara iPad þetta er spjaldtölva iPad er merki hann er alltaf að horfa á tyrknesk YouTube-myndbönd það ekki hann allt í einu komust við að því að hann kynni sjálfur þetta er náttúrulega svolítið síðan skilur hann var bara 2 ára eða eitthvað og hann var farin að geta farið sjálfur inn á YouTube eitthvað og var að horfa okkur mjög skrítin myndbönd, það er mjög skrítið stöf já, eins og frækt er já, þannig að það var bara svona, ok, já, hann bara kann þetta sjálfur og við þurfum að læsa þessu eitthvað betur já, vonandi engin varalegu skaði kemur ljós kemur alltaf en það er svo margt annað sem gæti svo margt sem spilar inn í 12. apríl skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis var lögð fram hún var í framhaldinu flutt í heild sinni í Borgarleikhúsinu af leikurum já
En nú þú manst eftir þessu þú last hana manni, spjaldar á milli með þú varst með leikarana í gangi á meðan þú last sjálfur já. En það að því þú last hann spjaldan á milli og gerir það reglulega, er það ekki svona 2 ára fresti rifið fyrsta ríkið á vel en þá kemur smá stuttan spurningaleik með einni spurningu í henni var meðal annars listi yfir stjórnmálamenn og maka þeirra sem höfðu heildarlánstöðu sem var hærri en 100 milljónir króna þá spyr ég, sem bara þú manst samkvæmt vellagsreiknivél þetta við erum að tala tvöfalda þá spyr ég, 7 af topp 10 skuldugustu stjórnmálamönnum áttu eitt sameiginlegt. Var það að þeir voru allir A. innflytjendur, B. vinstrisinnaðir, C. sjálfstæðismenn? Sjálfstæðismenn. Áhugavert, mjög áhugavert. Við skulum vera næsta. Þetta vissi ég bara því ég hef lesið skýrsluna. Já, einmitt, og nótið það niður. Þessi, það er flokkur. Já, það er skemmtileg tilviljun. En skemmtileg tilviljun. En þessi þáttur ekki pólitískur alls ekki, þetta er bara það sem var í skýrslu við getum ekkert að því gert og þessi spurning var í lokin, það var svona að þú getur tekið próf 30. apríl RÚV hætti með sjónvarpsþulur og við tekur rödd RÚV í staðinn það er rétt þulur sjónvarpsins höfðu átt sér fastan sess á skjám landsmanna frá 1966 ég sakna, mér fannst þetta eitthvað svo heimilislegt eitthvað já, þetta var og líka bara þetta var svona vinalegt, mér fannst þetta vinalegt þetta var vinalegt, heimilislegt og gaf RÚV sérstöð þetta var hvergi annars staðar í heiminum á þessum tíma góða kvöldið, kæri gestir við ætlum núna að hlusta á fréttir og eftir á þetta var svona, já, við erum saman í þessu einhvern veginn já, það var og svona það var svo persónlegt einhvern veginn já, og þá fyrir einmitt þá sem eru ungir, þá sést bara fyrir nánast hvert dagskrárlið að þá birtist manneski á skjánum sem satt við svona borð og yfirleitt var yfir aðventuna þá náttúrulega voru aðventukerti á borðinu þú veist og búið að kveikja og alls konar skrautið, páskar og páskaskreitt og eitthvað og sagði bara næsta dagskrá er þetta og svo fyrir við í þetta Er það ekki rétt hjá mér að Elli Ármanns sem er núna nýbúin að slá í gegn á samfélagsmiðlum sem Hjartansþakkir Hjartansþakkir byrjar hún ekki sem þulur? Mér minni það, já ég held að það allt byrjað þar já. Hún byrjaði sem þulur var bara svona celebrity þulur einmitt, já hún allavega var hvort hún byrjaði ekki, hún var að það var þulur sko. já. Og já, var einmitt, og af því það var sko það voru byrjaði hún að lesa lottóið það er spurning gæti að vera lottó gæti að vera en hún var allavega þulur svona 80% plus voru konur já. Og það voru annarkvort svona hlýjar eldri konur eða oft skullir algjöra skullir og einn gaur það var svona, var alltaf einn gaur ég man hann hét Guðmundur sá sem var lengstan tíma og hann var í 11 ár hann var með svona gleru en slaufunin var ekki sparnaðaðgerð samkvæmt RÚV heldur samhæfing í kynningamálum en þetta ég vil fá comeback á já, og jafnvel þátt að sé ekki skilur kannski eins oft allavega, ég menna, yfir jólin eitthvað svona já, það má vera svona hátíðlega tilefni þá mæti þula ná og manstu líka jól, kæru landsmenn já hver komin aftur það er þulan hvað heit hann? Guðmundur eitthvað Guðmundur er mættur aftur nei, ég sé, herðu það er nú kannski mikið eldra fólki sem eldri borgurinn sem er kannski að ströggla þetta getur verið góð vinna já við erum með svona vinalega eldri borgara sem þuli já þetta vil ég gleðileg jól kæru landsmann já svona einhver amma skilur einmitt ég vil þetta næsta dagskrá er einhver djöfusins vitleysa eftir Sigurð Antons þetta er mesta ruglsins í æfuminni og þessara viljum við þulur til þess að gefa já, persónlega þulan alltaf með þá skoðanir á allir næsta mynd er ég myndi ekki segja að hún sé góð næsta dag sko er ljósblá vitleysa þið vil ekki vera að horfa á þá er einhver kossadri ljósblá 29. maí, sveitastjórnarkosningar voru haldnar á Íslandi mest athygli vakti árangur bestaflokksins í Reykjavík en hann fekk flest atkvæði allra flokka og 6 borgarfulltrúna
kjörna. Manstu hverju þeir voru? Þetta voru náttúrulega Þetta var Jóngnar, Óttar Probe, Heiða var það ekki? Jú. Og ég man ekki hvort hinni þrír voru. Var ekki Einar hérna og einhver svona? Jú, já, úr Úr Sigurmón, já. Jú, það getur verið, já. Þetta var alveg svona, þetta var stórt dæmi. Þetta var stórt dæmi og náttúrulega vakti heimsathygli besti flokkurinn og okkur grínisti skulle vera að vinna eitthvað Já, við vorum einmitt bara, eins og ég sagði, ég var í Praga daginn og þar vorum við að tala þá vorum við að segja sögun af grínistunum sem var borgarstjóri og bauð svo fram sem forseti það byrjaði að það var eitthvað sem spurði eitthvað svona, var ekki ykkur grínisti forseti já, eitthvað svona, þú veist, svo bauð svo enn núna komin á þing og eitthvað svona Já, og Zelenski sjálfur saði við hann Já, var hann innblásturinn? Já, þeir hittust auðvitað á hann og hann vissi af jóningnar og já, hvað grínist að það var orðið borgarstjóri og hann fór til Jóngnar fór til hvað heit hann, Ferguson Craig Ferguson, já, alveg, hann fór í já Þetta var hjút stæmi, þetta var alveg frægt sko. Já 29. maí, sama dag Lena May Landrut kannast þetta nafn? Nipp Sigraði söngvakeppni evrópska sjónvarpsstöðva fyrir Þýskaland með laginu Satellites Like a satellite Ég vona hún að svo geta betur Like a satellite Þetta lag myndi ekki vinna neitt ekki eins og hæfileika keppni í grunnskóla Herðu, við skulum sjá, ég ætla að taka þátt fyrir hönd Íslands En fyrir Íslandsönd það árið var lagið Je ne sais quoi með Hera. Já, Hera og keppni var haldin í Oslo 3. október Þýskaland greiðir loka greiðslur vegna stríðsskaðabóta vegna fyrri heimsstyrjaldarinnar Það er svona þeirra iSafe Já, það Ég hélt að námslán hefði tekið langan tíma Svo bara Lokatburður ársins sem svært að minnast á 14. desember klukkan 14:42 Þórhallur Þórðarsson ritar Facebook statusinn Ég vildi óska að statusinn minn myndi birtast í Monitor þá var ég merkilegur 2 dögum seinna birti statusinni í Monitor Það er svoleiðis Það er bara Það voru 2 fréttir með mér þetta ár Heldur betur Ég var meika þetta ár En besta sem að ég hef náðu að tróða mér eitthvað inn í það var DFF eða séð og heyrt held að hafa verið séð og heyrt þeir var alltaf með heyrst hefur já. Og það var alltaf svo skrítið bara eitthvað að einmitt að Maggi Mix fekk sér Subway og það var búið einmitt heyrst hefur og eitthvað og hvað, mannstu eftir einhverju góðu? Já, ég man bara því að ég og félagið mér sendu inn og það var að Júli Heiðar og Jóhanna Guðrún fóru saman í bíó Ekki saman, bara saman tíma? Nei, saman, þetta var allt bull sko Já, ok En ég sendi sem sagt bara sjálfur inn og sendi þeim mynd að ég fengi mér jógúrt og óskójógúrt og ég skrifaði eitthvað sprellikallinn eitthvað svona Þórhallur Þórðarsson fekk sér karamöllu jógúrt og fannst það mjög gott og sendi mynd af mér með og svona brosandi og ég fekk tilbaka eitthvað að þau voru að bílast og hlátir þarna eitthvað og byrstu þetta þannig að það var actually myndað mér haldandi á jógúrt og bara eitthvað sprelligósin Þórhallur Þórðarsson fekk sér jógúrt Og fékkstu, var þetta fyrir eftir kannski á þeim tíma, þá fekk maður fyrir gott skúp 15.000 krónur? Já, það var inn á DFF. Var það inn á DFF? Já, ok. Ég minna að séu að hérta af líka verið með, ef með gott skúp, sko, sem enda fórsíðinu, þá var það... Náðu aldrei að græða pening á því. Þú þarft að fara í bíó... Á stundu sem að maður sendi eitthvað inn bara til að, þú veist, ef maður átti ekki pening fyrir eitthvað helgina, skilur, til að geta komast í ríkið eða eitthvað. 15 skall, hvað get ég sagt? Ég fekk bara aftur í ágúst. Ok, það var ekki. Þú sendir inn Þórhallur Þórðarsson blindfullur niður í bæ eftir korter. Ef hann fær pening frá DFF.
Herðu, það kvikmyndir og það komið á Movie Quiz Extravaganza 2010 þar sem að ég lýsi kvikmynd á stuttan og mjög góðan hitmiðan hátt og þú átt að segja mig hvað mynd það Ég get sagt þér að fyrstu 2 allavega eru gefins þau eru gefins Alltaf þú segir gefins, þá var það ekki gefins þá var það rándýrt Fyrsta, hvar draumurinn? Hvar draumurinn? Bam, bam. Hvar ok 2010, hvar draumurinn? Inception Heldur, ég sagði þér það Herðu, annað Ég fann bara að skilja hvernig þú hugsa Árni úr öðru járni Iron Man 2 Öðru járni, Iron Man 2 Heilsubæli DiCaprio hverfi Hvað það Shutter Island? Þú ert on a roll Ég on a fire Það 2 eftir Hvað að gerast? Ekki vera Zuckerbergur Zuckerberg Já, þetta bara Facebook myndin Já Social Já Hvað hún? Social Network Já, bara Social Network Herðu, 4 af 5 Sloka Adam átti vini 7 Já, það Ridiculous 7 Nei, hvað hún? Ridiculous 6 það setna þetta fyrir það en þetta Adam Sandler Þetta Adam Sandler mynd bara grown-ups Þetta grown-ups Vá, herðu, það 5 af 5 100% A+. Herðu, við gerum þetta lið aldrei aftur af því ég var að klappa mig, ég mun aldrei ná Enda á töflu Aðra myndir sem komu þetta ári voru meðal annars Clone Fighter Clone myndin ég fór á hana og þetta bara viðbjóðslega fyndið og margt sem ekki sést í bíómynd fyrir eða síðan og ég fór á myndina svo sagði mamma mér að hún var að fara mamma fer ekki í bíó þannig séð skilur mjög sjaldan sem hún fer eitthvað í bíó hún ég og vinkonum mín erum að fara á Clone og ég bara ég ekki viss það ég kannski svolítið svona yfirstri svona, þú veist, ég veit ekki bara hún svo fyrir á mig svo bara sendur hún mér hringdi í mig, hún hvaða tebra þú? Wow! Þetta var hilarious, mamma bara þú veist, hvað eitthvað yfir strikið bara, þú veist Þetta var náttúrulega af því að þetta var dönsk mynd og náttúrulega þættinni sýndir og rúf að það var einmitt mikið þegar ég fór á hana að þá var sko stappaða salur og meðalaldurinn svona 50 einmitt, eða fattar þetta var alveg pínu menningalegt ég fekk svona hækkaði respektið hjá mömmu á mömmu sko hvað hún var badass hún var bara hvað tebra þú nákvæmlega nokkur tippi og eitthvað Já, Clone Fighter Eclipse Twilight Eclipse The Other Guys talandi Mark áðan Mamma Gogo og Brim The Hurt Locker vann Óskarinn fyrir Best Picture í byrjun árs og var leikstjóri þess Kathleen Bigelow fyrsta konan til að sigra Best Director verðlaunin eða besti leikstjóri Árið seinna þegar gefa var Óskarinn fyrir myndið sem kom út 2010 sigraði King's Speech bestu myndina yfir myndir eins og Social Network og Black Swan Það ein trippi mynd Black Swan með Natalie Portman Já, það svona Tvær sætar og Mila Kunis Mila mín og Natalia mín Var hún hjá Mílu stelpar sem að þú reyndi við sem kom að setja upp ljósleðaran heima hjá okkur og þér bonduðu eitthvað Míla mín Já þú veist númerið hjá hún eitthvað Saga það var Mila Kunis það var Mila Kunis að vinna hjá Mílu Tónlist 2010 Helgi Björns og Justin Bieber áttu vinsælustu plötur ársins annars vegar Þú komst í hlaðið og My World 2.0 Var það sveita svona country plantan hans Já, Helgi Björns og Reiðmenn Vindana heitir það ekki með Þú komst í hlaðið og Justin Bieber var með My World 2.0 2.0 2.0, sagði það? Ég sagði það og ég sagði það líka áðan þannig ég vildi endurtaka
Ég sagði beðski, ég er ekki 15 ára seinna Justin Bieber Þetta var algjörslist 2 point Þú ert believer Ég er eins mikið belieber og Anna Frank hefði orðið Það var skandall Jú Við fyrir með það fyrir, ég man ekki hvað ár það var Nei, en við munum svona sannlega taka það hvort það var 2013 eða 12 og fyrir þá sem eru neykslaður og alltaf slökk á þetta var Justin Bieber sagði þetta Þú ert að vitna Ég er bara að vitna í vandræðageimsinn Justin Bieber og sprelli góðsand Justin Bieber Á vinsældalistum voru lögum svo Tick-tack, gonna clack Hey soul sister I don't wanna miss Það Train Train heldur betur Já Love the way you lie Just gonna sting California girls are unforgettable Okay. I like it DJ got us falling in love again og Club Can't Handle Me Right Now með Flo Rida var náttúrulega stóra á þessum tíma já Íslenski smellið sem tröllrið öllu árið 2010 voru meðal annars Blómin í brekkunum í Hjálmar Allir að fá sér Sumarás með Júlihæðri Sorry með mig með Didda Fer Aldana Ró með Enzimi og Sól með Bubba Mortens Það svoleiðis Hörku ár Þetta var hörku ár Þetta var bara rjóminn af Sjónvarp á Íslandi Hér er stuttur listi yfir þætti sem byrjuðu þetta árið sem að fólk ætti að muna eftir Steindin okkar byrjaði hana 2010 fyrir part 2010 kynnur okkur til leiks Steinda, Magga Mix Nilla heldur betur Wow, what a year Já þetta var þetta var svona minni útgáfa af þegar að 70 mínútur kynna okkur fyrir Auða, Pétri, Sveppa þeim öllum að þá þennan 2010 Þríki fræja Maggi Mix, Nilli og Steindi þeir unnu mikið saman ætti að gera allavega The Walking Dead Downton Abbey Hringekjan með Góa á RÚV Raising Hope sem voru mjög góða þættir og Louis, þinn vinnur Louis En byrju, er þá kannski Ari Eldjárn líka svona slá í gegn hann er að hann er svona með uppistandi í Hringekjunni hann er að svona eiga sitt hann var eitthvað fyrir en hann er svona eiga sitt breakthrough svona allir landsmenn kynnast honum Þetta er það ekki svona? Þannig að þetta er hinn fjögur fræknu Maggi Mix, Nilli, Steindi og Ari Eldjárn allt þetta ár Þeir fjórir alltaf eru með sýningu núna 15 árum seinna heitir hún Fyndnir í 15 Fyndnir í 15 ár Oh my god Það var ekki En við getum ekki talað sjónvarps árið 2010 án þess að nefna að 15. nóvember birtist grein í DVF undir titlinum Sonur Ladda í sitcom Já Hvað eru 4 fréttir? Þú varst bara viðloðandi þannig Og fær 2010 Einmitt Þetta er algjörlega nýtt á Íslandi og verður alveg klikkaður húmor segir upplýsandar og leikarinn Þórhallur Þórðarson Sonur Ladda nýja gaman þátt sem sýnir það að taka það fram Þetta er líka svo óþarft það er bara upplýstandarinn og leikarinn Þórhallur Þórðarson Sonur Ladda nýja gaman þátt Er eitthvað sem vilt segja okkur frá þessum þætti? Ég man að hann kom ekki út það fór eitthvað inn á YouTube ég held að það var líka alltaf planið bara að setja á neti sko og í NN, eða ekki? Að því mann í einhvern tíma þátti hvort að það var bara þeir spiluðu það eða þú veist, sýndu það eftir að það var tilbúið eða eitthvað ég man að tala við eitthvað og ég eitthvað svona, ég man þetta var aldrei sýnt og ég eitthvað, og þá hafi ég bara séð klippur á YouTube og eitthvað Bjarni Tómas, eða Bjarni Gautur eða hvað sem hann vil kalla sig þessa vikuna hvað dulnefnið hann gengur undir ég man nefnt, hann lék einu aðrið það sem hann lék votta minni með ég kynntist hún í þessu verkefni og Ási Guðna sem að slá í gegn núna á samfélagsmiðlum TikTok hann var, ég kynnt svona það líka Jóel Simons var eitthvað í þessu
já, og þetta var rosalega skemmtilegt en eins og við sögðum og ég segi þarna, þetta svolítið öðru það ekkert budget já, þú nefnir það og svona eitthvað svolítið kokki með það er hægt að gera þetta án að vera með budget já kemur í ljós að það er kannski budget það er kannski pínu budget og það bara já, ég bara skal geta þau orð ofan í mig að þú veist, ég man ekki hvernig ég var eitthvað að reyna að selja þetta, skilur já, þú segir það er nefnilega hægt að gera ýmislegt ef áhenni fyrir hendi, sem alveg rétt já, við náttúrulega þú veist, við gerðum fullt og það var alltaf margir sem að unnu að þessu og þá var allir að gera þetta basically frýtt já en því miður þá náttúrulega var eiginlega ekkert hægt að klára þetta að það vantaði bara budget já, einmitt, sem leiðilegt vegna þess að í minningun allavega þá þess að ég veit ekki hvort séu ennþá á YouTube en þetta var fyndið stöf já, það var margt fyndið í þessu ég leik þar Janus já karakter minn hitta Janus og hann talaði með einhverjum svona austurlenskum hreim austurlensk ekki austur-evróskum austur-evróskum hreim ég veit ekki hvað ég sagði austurlensk en getur ekki máli en hann samt bara var frá Akureyri þetta var svona algjör vitleis já, það er mjög fyndið þannig að það var já, ég heita Janus og hann já, hvað, ert þú frá Póland? Nei, ég kom frá Akureyri þetta var rosalega skemmtilegt, ég man að við tókum upp eitthvað atriða sem ég var bara sundskilu inn í einhver búð og þá bara við tókum þetta upp í vógunum og það fólk vissi ekkert hvað var í gangi bara eitthvað, ég var eitthvað svona spító sundskilu sem stóð eitthvað hot stuff eitthvað það var geggjað og þú líka varst með yfirvaraskegg já, alveg bara svona vel þykkt og flott yfirskegg sem að ég fekk frá konin sem að býr til gerfi fyrir pappa ok og ég er að fatta núna, ég held ég aldrei borga henni fyrir þetta skegg ég held ég skuldi henni að það 5.000 skall viltu opna heimabankaðar hérna? Já, og með vöxtum já, einmitt, og þetta er vellagsreikni við já, hvað, 5.000 skall sem hún var náttúrulega að gera mér bara sem greiða já, en það er það 10.000 í dag cirka og svo vextir þetta er einhver 3 milljónir ég þarf að forðast hana og hún er örugglega að hlusta þannig að ég beðist afsökunar ég var bara lúser á snífa ég skilur þig en fyrir þá sem að ég finnst að hvernig leit Þórhallur út með yfirvaraskegg munið eftir Dominos-auglýsingunum með færingnum já, ég er eiginlega nákvæmlega eins og já en ég get glatt þig bara hérna rétt í lokin að þú ert ekki bara uppisandari leikari og sonulatta heldur sendir hérna lokin segir hinn meinfindni Þórhallur glettin að lokum og líka meinfindin og glettin já, þetta var skemmtilegt já, ég var mikið í fréttunum þetta var svo frétta ár hjá Þórhalli en við skulum dempa stemninguna dempa ljósin dempa gleðina því það er komið að dánafræknum spennandi dánafræknum 27. janúar J.D. Salinger bandarískur rithöfundur mjög frægur 1. febrúar Steingrímur Hermannsson já það er eftir Hermann já ég veit ekki segja það 28. maí Gary Coleman bandarískur leikari legend Risi í leiknum einmitt, hann sérst fyrir þá sem ekki munaður og ungir hann var dvergvaxinn og hann lék ekki Webster sem var hinn krakkinn, svarti krakkinn á sama tíma heldur í hinum þáttunum 29. maí Dennis Hopper dóð þarna 2010 mér fannst þess að það væri styttra síðan Easy Rider og vondi kalli Super Mario Brothers myndinni og svo viðeigandi út af hvað er í bíó núna á sliðis 28. november Leslie Nielsen bandarískur leikari það er náttúrulega Naked Gun reboot ég var nú bara að horfa á Naked Gun The Fear of Smell halva myndi gera rétt árið somnaði The Fear of Smell, er það þannig 2? hún er 2 eða 3, ég held 2 ok
Ég sé þar allar að lengra sem ég sé 2 og 3, ég horfði á eitt bara daginn líka. Já. Þetta er svo gott stöf. Þetta er gott stöf. Og hann einmitt sérstaklega frábær. Fullkomin í þetta. Hann alveg bara og náttúrulega þessa myndi pínu svona með Airplane sem hann leik líka í svona umbreyta grín kvikmynda leiknubínu, það komið hann þessar parodíumyndir sem að algjörlega, ég er með eitt markmið í lífinu og það er að gera eina íslenska svona vitleysinsmynd Íslendingar hafa gert gamanmyndir og grínmyndir nei, gamanmyndir ég er með point sko þannig að við höfum verið með gamanmyndir en það verður aldrei verið grínmynd sem er svona vitleysisgrín ég ætla nema, ég er að ljúga fyrsta myndin sem kom og loksins var gerð það er Harry og Heimir einmitt og það var vitleys út í gegn og það var æðislegt og líka svona pínu parodía algjörlega og ég var í þeirri mynd heldur betur ég lék aðstofmann illmennis sem gat ekki hlegið illmennar hlátri en það gat ég þannig hann sagði eitthvað og svo smelta fingrunum og þá kom ég með já, ekki bara eina íslenska vitleysisgrínmynd en þetta líka eina íslenska kvikmynd annars ég veit af sem að notfæri sér það að íslenskum bíóum er hlé það var geggjað það var bara hlé í myndinu og þeir voru hann upp á allan tíman ég fór á hann í bíó hef ekki séð hann síðan þú veist á Stefánsveitum okkur hvernig, veistu hvernig hvert er bara alveg út eða er bara stutt útgáfa eða hvernig ég er ekki veist hvernig þið gerðu þetta mitt þetta var mjög skemmtilegt en ég að þú minnst á stundum að ég var að vinna á frístundaheimili krakkarnir sáu myndina einu sinni og þá þurftu að horfa og sáum að ég var í myndinni náttúrulega er að vinna þarna og þau þekkja mig það sem ég þurfti að gera það hlátur aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og aftur ég get ímynda með það en ég gerði það fyrir krakkan þau er gaman að því svo ég gerði mistök líka eins og það var búningadagur ég mætti sem prumpubladra og hver einn og einasta krakki ítti á blöðruna til að láta hann að prumpa hver einn og einasta krakki við vorum þegar mest voru 100 krakkar og ég er ekki að djóka, það voru 100 krakkar og hver einn og einasta þeirra ítti á magan á mér og ég þurfti að gera og hver einasta krakki gerði þetta nokkur sinnum þannig að þetta voru nokkur 100 skiptir ég mætti aldrei sem pumpublar aftur og ég gerði það árið setna aftur því að ég var búin að gleyma af því ég hálfviti það er svona að vera með ekkert minni en til þess eru þessi þættir sem betur fyrir voru það voru engir raðmorðingjar eða fjöldamorðingjar sem dói þetta árið þannig að það er fínt en það, viltu hafa það á lífi? Nei, en bara fínt fyrir okkur fínt, og bara þeir degi sér fyrst en þetta var árið 2010 í hnotskurn næst tökum við eins og við nefndum 1990 fyrir hvað sagði hún héti Birna shout out og ef þið viljið hafa áhrif á hvað ár við tökum þá getið annarkvæmst senda okkur e-mail á tímavarp@gmail.com eða kommentað á TikTok hjá Þóralli ég fekk nú nokkrar tillögur ég var að sjá einmitt kommentin nokkur voru ár sem nú þegar tekið það var einn sem vildi 98 sem var bara síðasti þáttur þannig ég þarf að senda hún linka beint eldheitan link beint á það en við þakkum fyrir okkur þessa vikuna ég heiti Tóni ég heiti Þórhallur Siggi Tóni á TikTok Þórhallur 83 Guð bless ykkur, bless